komið sæl. Það var vont veður sem gekk hér yfir hjá okkur í gær, bæði mikið vatnsveður og hvassviðri víða um land, en svona dagurinn í dag verið öllu rólegri hjá okkur, allan að hér svona sunnan og vestan til á landinu, en verið nokkuð hvasst á köflum fyrir norðan. Og svo hefur einnig verið að kólna hjá okkur og við fengum inn hér svona fyrstu snjókólnin hér á höfuðborgarsvæðinu nú seinni part dags, og það er nú svona aðeins svona það sem að býður okkar svona fyrst í kvöld og í nótt, en svo ætla næsta lagið að koma inn þá annað kvöld, og hún nú þegar í svona undirbúa sig hér suður í hafi og kemur svona hægt og bítandi nær landi þegar líður á morgundaginn. En þetta er ekki viðlíka kraftur í þessar lægð eins og var í þeirri sem við upplifum til að mynda í gær. En á hitasvæðinu þá sjáum við að það var hlý bylgja sem fór hér yfir og svona kólna hægt og bítandi í dag, og svo kemur næsta lægð inn aftur með hlýja tungu inn yfir landið, en svo virðist sem að við ætlum að liggja í köldu lofti síðan eftir þessa lægð fram í miðja viku. Cirka það bil, en lítum hér nær og við sjáum að klukkan 19 það verður svona úrkomubakkar í þessu bæði sunnan og vestan til á landinu, svona ákveðin vindur heilt yfir á flestum landsvæðum, þetta 10-15, jafnvel aðeins hvassari svo hér við suðurströndina, og ef við keyrum hreyfimyndina þá sjáum við að það er lítil lægðarbóla sem er að fara hér til norðurs með vesturströndinni. Áttin verður smá saman vestlæg þegar líður á kvöldið og nóttina, og síðan suðlæg svona þegar komið er framöndu morgun og minni úrkoma í þessu og tiltölulega bjart á norður helmingi landsins. Og þetta er svona staðan hvað var að hitafari þá í fyrramáli, almennt séð og láglendi svona í kringu núllið, og einhverjir éljabakka hér sunnan og vestan til á landinu. En þegar við keyrum hreyfimyndina á stað þá sjáum við að það er svona verið smá saman austlægir áttin þegar líður á daginn og hvessir og þyknar upp á landinu, og síðdegis koma næstu skil hér inn, og það getur alveg slegið hægla í storminn hér allana með suðurströndinni og þar sem vindur stendur af fjöllum, og við sjáum að það er allana svona allhvass eða hvassvindur hér af austlægum toga sunnan til á landinu, og þetta mun man síðan leita norður yfir landi þegar líður á kvöldið og nóttina, og valda úrkomu sem og hvassviðri í öðru landshlutum. Á mánudaginn hins vegar að þá verður lægðan miðjan komin hér norður af landi og vindátt verður að mestu leyti vestlæg. Við fáum þó úrkomu nokkuð víða á mánudaginn frá lægðinni, og við sjáum að hitatölur eru þó svona almennt séð yfir frostmarki, mun þó kólna smá saman í þessari vestanátt, en síðan á þriðjudaginn þá ætlar að verða hjá okkur nokkuð ákveðin suðvestanátt með éljum sunnan og vestan til á landinu, en ætti að vera svona til þess að gera þurrt og bjart á norður og austurlandi. En næsta svona stóra lag ætla síðan að koma þá inn á miðvikudaginn samkvæmt spám, og við sjáum það að þéttar þrýstilínur yfir landinu með rigna töluvert frá þessari lægð, þá sérstaklega sunnan og vestan til á landinu, og útlit fyrir að það verði síðan fleiri lægðir sem að muni koma í kjölfarið á næstu dögum þar og eftir. En lítum þá yfir til Evrópu, og það er nú svona ágætis veður í Skandinavíu á morgun, þó er ekki endilega allstaðar þurrt, getur til þess að skúrir í Kaupmannahöfn, háþrýstisvæði yfir mið Evrópu, sólríkt þar, og svo er lægð hér niður Miðjarðarhafið sem er að valda skúraleiðingum sem og á vesturhluta Íberíuskaga. Og enda síðan hér í Norður-Ameríku, við sjáum að það er bjart veður víða í suðurríkjunum, hittir svona 15-20 stig, en kólnar náttúrulega og eðlilega ört þegar norðar dregur, og það er nú töluvert frost í Kanada. En við skulum segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.